Heitir Ólafía Þórðardóttir. Viltu eitthvað meira? Já, ef þú veist það ekki, þá skaltu nú bara fara í heila þvott. Ég vil að þú segir frá því svo það getur fengið að sjá það. Já, nei.
vera að búa. Já, sjef. Þau eru ekki sjef. Þau eru sjef ekki. Hvar eru þau? En er sjef í Óslo. Rétti við. Velkomin og við erum öll að minnast afmælinu hennar mömmu og það gleður mig mjög og okkur öll hvað við erum orðin hérna mörg og nú gerði ég áður í þessu orði en ég ætla að taka fram á það verður vorið það kaffi og síðan verður bara hver að reyna að njóta stundarinn sem best. Gjörðu þessu vel. Ég var nú búinn að óska eftir að fá hátalara hingað, ég veit ekki hvað verður það en það er von hann. En við höfum ekkert hljóðfæri en við verðum að syngja því það var hvergi sungið meira í sveitinni heldur en það sem hún var húsmóðir. Og það var ekki eitt kvöld eða ein vika heldur alltaf, alla tíð. Og við skulum bara byrja á því að syngja Hvað er svo glatt. Hvað er svo glatt sem góðra vina fundur, gleðin skín á vonar yrði bráð, eins og á vori laufið stríðis lundur, lifnar og klæði skruvar gælinn þá. Á meðan drúgna gullnu tárin glóa og Guð að veiga líka sálarinn, þá það víst að bestu blómin gróa í brjóstum sem að geta fundið til. Það svo tæft að trúa heimsins glaum með tímans draumi og blómin köld á einni gelum nóg. Þér best að forðast raup og reiði og rjúfa hvorki tryggni vinar kost, en ef ég sjá sólskin slett í heiði, að setjast allir þar og gleðja oss. Það er meiri sólskin slett í heiði, sólin skín í heiði allan daginn og það kan vera 100 ár í dag síðan mamma ykkar og amma ykkar og langamma og langalangamma en langalangamma hún orðin reyndar en þau eru víst ekki mættina. En hvað það? Við skulum reyna að gera okkur glaðastund en umfram allt í hennar eigin anda gestrisninnar fyrst og fremst og svo auðvitað í anda vinátt og samstarfs sem hún hefði helst óskað að væri ekki skuggan á í sínum hópi. Við tökum þá eitthvað annað lag sem að þið kunnið vel, en ég vildi helst að það væri fleiri sem vildi syngja. Já, það er gestaflýriglag. Og hvað viltu syngja? Krakkar léku saman, það var lengum legið á, vendar mörgu gaman. Út stjærnar urðu þar einar skrýtnar sögur, þegar saman safnast var sumarkvöldin fögur. Eins við brugðum okkur þá oft á milli bæja, til að gangast eitthvað á eða til að hlæja. Margt kvöld og margan dag máttu við í næði, æfa saman eitthvert lag eða syngja kvæði. Bænum mínum heima hjá víða kreppu undir, svo margt að minnast á margar glaðar stundir, fyrir kvarna hugurinn. Mér finnst þið nú ekki taka vel undir.
Já. Kátir voru kallar á Búðber Haraldi, til fiskiveiða fóru frá Akranesi, og allir komu þeir aftur og enginn þeirra dó, af ánægju út að eyrum hver einasta kerling hló. Hún skellti sér til hló. Foldin fríða sinn fagra blómasal, nú skal ég léttur líða lífsins háradal. Mér finnst á sauðnam fái, þar fagra rósabrauð, þótt allir aðrir sjái, þar aðeins böl og þraut. Allir nú tjaldar foldin fríða sinn fagra blómasal, nú skal ég léttur líða lífsins háradal. Mér finnst á sauðnam fái, þar fagra rósabrauð, þótt allir aðrir sjái, þar aðeins böl og þraut. Ég með að segja nokkur orð hana Mika, sem nú náttúrulega að vissu leyti fjarlægt, því að ég var nú ekki eins nálægur enn á nokkurn hátt eins og þið, þó ég auðvitað kynntist henni vel. Kæru vinir og veislugestir, ég skuli ekki láta ykkur neitt bregða þó ég sé hérna og þó ég fari að tala. Þið getið alveg drukkið og borðað eins og þið viljið mín vegna. Það eina sem ég myndi óska eftir, en ég þarf ekki óska eftir því, að það væri að talað væri sem minnst meðan ég að tala. Ég skal reyna að vera ekki allt og langorður, en mér langar samt til að minnast á ýmislegt. Og það var eins og, það kæmi alveg að sérstaklega eitt, fyrsta brúðurinn sem ég gifti. Það var norður í Fnjóskadal og meira sig út í skógi. Hún spurði mig, hvers vegna heldur það fólk láti heita svona ljótu nafni? Ég heiti Bergljót. Það ekki ljótt nafn, segi ég. Það eitt af þessum orðum sem orðin að latmælum í íslenskunni. Fólk nennir ekki að segja orðin eins og það eiga að vera. Það þýðir Bergljót. Sú sem hlýtur gimstein fjallsins, orku þess, kraft þess, kjarna fjallsins, bergsins, Bergljót. Háið hefur fallið burtu, alveg að þessum hjá latmælta fólkinu. Hún var afskaplega ánægð brúðurinn. Ég man ekki eftir bjartara brosi á neinu brúðar vörum. En mig langaði einmitt til að minna ykkur á þetta, ég veit ekki hvort að þið vitið það. En hvað það? Það var nákvæmlega þetta sem mér fannst einmitt einkenna þá konu sem við erum að tala og við erum að minnast í dag. Hún hafði í raun og veru hlotið kjarna fjallsins, sveitarinnar. Hún hafði hlotið að ýmsu leyti þá helstu kosti sem hægt var að óska eftir í íslenskri sveit fyrir 100 árum síðan. Ég þarf ekki að útskýra þetta nánar, en
Ég vildi hins vegar minna ykkur á að við skulum minnast sveitarinnar. Þessara sveitar sem öll komin í eyði og minnast þess að þessi kona var fædd á aumasta kotinu í sveitinni og hún átti heima á helsta slotinu í sveitinni í 40 eða 50 ár. Alltaf það sem hún átti þar heima. Svo hún var í orðsins fyllstu merkingu dóttir múlasveitar. Og þegar einmitt hún hraktist, ef maður mætti segja sem svo, sem elsta dótturinn eða í stórum hópi barna á sorgarheimili og hún hraktist að heiman, ung innan við tvítugt, þá var það hennar helsta ósk að komast heim aftur. Þráttur við það gekk ýmislegt vel hérna í Reykjavík hjá henni. Ótrúlega vel, en það ætla ég ekki að tala, því ég veit svo lítið það, en það kom samt alltaf á hverju einasta ári í heimsókn til 2 gamalla kvenna sem áttu heima hjá mér, eða þar sem ég ólst upp, var mín fyrstu ár á Svínanesi. Þar kom þangað gamall maður sem hét Einar Jósefsson frá Ingunarstöðum og hann vissi allt fólkið á Firði. Hann bókstaflega tilbað þessa fjölskyldu og ekki síst þær mæðgurnar Jensínu og Bergljóti. Og hann sagði, og fór ekki dult með það, að mamma ykkar og amma og langamma, hún Bergljót, hefði gert mikla lukku jafnvel í Reykjavík þegar hún var ung stúlka tvítugt. Hún fór fyrst vestur á Ísafjörð og þaðan til Reykjavíkur og þar komst hún einmitt í þjónustu hjá Thomsens Magasín sem var eitt af því helsta hér í Reykjavík þá. En hún undi ekki hér, jafnvel þótt ýmsir heimar opnuðust henni sem hefði verið kannski tælandi. En kannski var hún líka búin að kynnast honum af ykkur áður hún fór. Ég býst nú við því hún fór beinaleið heim að Múla þar sem hann var, vinnumaður þegar það kom. En þetta ætla ég bara að minna ykkur á og svo það að ég veit ekkert land og ég veit ekkert svæði í heiminum sem ég ann meira og mér finnst fallegra en Múlasveit. En hún talin ein helsta hraustursveitin á landinu. En þó hef ég heyrt útlendan mann segja, ég hef aldrei séð fallegri blómabrekkur og aldrei fallegra ilmandi karl heldur en einmitt heima í Klettshálsi. Mér fannst þetta dásamlegt og ég gleymi því aldrei, fremur heldur en þegar ég skýrði nafnið fyrir brúðinni í Fnjóskadal. En sleppum svo þessu, ég ætla aðeins að hafa hérna yfir eina ljóðlínur eða nokkra ljóðlínur áður heldur en að hafa það eins og nokkuð skona texta fyrir þeim orðum sem ég ætla að segja henni ykkur. Ef finn ég anga föðurtúnin græn, þá fagnar vori, hjartans innsti strengur. En það skal vera þökk mín öll og bæn, að þótt ég degi skal hann óma lengur. Þá birtist mér í heiðri himinlind, öll horfin fegurð ég man og sakna. Geisladýrðin gilti fjöð og tind, skal gleði mín í hjörtum fólksins vakna. Af öllum orðum sem ég hef heyrt sagt hana ykkar, man ég best 3 orð. Ég var þá suður í Hamborg og var akkurat að byrja á að taka þar þátt í stóru æskulýðsmóti. Ég var reyndar ekki einn af æskulýðnum, en ég var einn af þeim sem átti að hafa þar orðið, ef maður mætti svo segja. Og þessi 3 orð voru þessi. Hún mamma dáin. Síminn hringdi rétt þegar ég var að enda við að sýna þarna kvikmynd hérna heima frá Íslandi. Þá hringdi síminn og það var Inga og hún sagði þessi orð. Það þurfti ekki að segja meira. Ég vissi hvað ég átti að gera og ég var komin á stað heim eftir stundarkorn. Áleiðis til Danmerkur og þaðan heim. Aðeins 3 örstutt orð. En svona eru orðin, það fer ekki eftir lengd þeirra eða berð. Og þau voru fremur hvísluð, en sögð hátt.
hvísluð yfir hyldjúp höf og stórborgarísinn. Og allt í einu hvarf þessi alvaldi gnýr í Hamborg, í stórborginni, sem hafði allt á sínu valdi, eins og vetrastormur í fjarska og jarðskjálfti væri í nótt. Þannig var það, en hann hvarf og varð að engu. Allur þessi gnýr, fyrir þessum andblæ hvíslara orða, elskaðra dóttur móður sína, norðan af Íslandi. Og barni Frons, þar segja mér, var það eitt fyrir að freista þess að finna sem best heiðsvala norðursins, fara ósýnilegum fingrum yfir vanga mín og hár í þögninni undir geislahatti miðnætursólar langt norður í höfum. Það var einmitt í júní 1970 sem þessi orð voru sögð. Og hvers vegna gæti það verið? Það nú meðal annars vegna þess að Múlasveitin mér svo kær. Hún mér svo kær að ég á bágt með að koma heim síðan allt fór í eyði. Ég hef einhvern veginn verið svoleiðis frá því ég var krakki. Ég get ekki annað en fundið til. Það stundum sárt, en ég þakka Guð fyrir það að ég ekki tilfinningalaus. Og þarna var aðeins eitt. Þarna var ein af eldri konum, íslensk kona, dáin, og henni var sannarlega hvíldarþörf. Hún hafði ekki getað stigið í fætur að heita mátti á 3. ár. Þar var við engan að deila, enda kvartaði hún aldrei. Engan að sakast, enda ásakaði hún engan. Þótt ekkjapalli var valinn með 8 eða 9 áratugi á herðum, þá það ekki nema það sem sjálfsagðast En finni ég anga föðurtúnin græn, þá hverfur stund fyrir blænum, hvísli úr löndum bernskunnar, allt sem erfitt og ljótt og leiðinlegt. Fyrir þessum myndauðgu minningum. En ég ætla ekki að fara að minnast Múlasveitar. Þar margt að minnast. Ég myndist á Kvotbæinn bæ, syðsta bæinn, þangað sem ég var fluttur þegar átti sem sagt að bera mig út úr Flatey. Og þar fæddist hún. Þarna áttum við í rauninni samleið þó ótrúlegt væri frá upphafi. Og þó vorum við ekki þannig að við verum neitt lík. En örlögin ætluðu okkur samt að eiga þá samleið að ég stend hér og tala hana við ykkur sem eruð hennar börn. Fyrir okkur sem stóðum næst og best þekktu átti hún sérstakt sæti í tilverunni. Enginn gat skipað og enginn mundi nokkurn tíma skipa þetta sæti nema hún. Og hún var í engu smá, hún amma ykkar. Engu, aldrei, ekki eitt einasta augnablik svo ég vissi til. Hún fór alltaf sínar eigin götur. Hún var ákaflega sjálfstæð og stórbrotin manneskja, það var hún. Hún beygði aldrei að braut sem hún ætlaði að ganga á annað borð. Og það var einmitt þess vegna sem hún hefur komið heim úr Reykjavík, ung stúlka, til þess að verða húsfreyja í Múlasveit. Og þá var meira að segja, maðurinn, sem var maðurinn hennar, veikur, hafði veikst í vegavinnunni. Og það var óvíst hvort hann héldi lífið ekki. En fyrir bænir og ótrúlega góða aðhjúgrun, þá náði hann heilsunni aftur, þó hann næði henni aldrei fyllilega. En ég efast ekki að það var ekki síst hún sem átti þátt í því að hann fann heilsuna og lífið í marga áratugi og alla þess gleði því hann var einn af ótrúlega glaðlyndur og góður maður. Það var einlega eins og allt gæti orðið brosandi í kringum hann þegar hann naut sín. Og hann var einn af fyndnustu mönnum að allir sögðu á unga aldri og hann eignaðist þarna marga vini. Og einn af bestu vinunum var hann Láfi. Það var Ólafur á Firði. Og það var vegna þess að Ólafur á Firði bauð þeim að koma, að þau byrjuðu að búa þar.
og hún hugði sig aldrei í fálæti sín og hljóðlæti göngu sinnar að hún þyrfti að beygja sig fyrir neinum nema því eina sem við verðum öll að lúta. Og sannarlega gerði hún það ekki fyrir henni í fulla nefana. Og orð hennar, meira að segja hugsanir hennar, voru lög í umhverfi hennar. Til þess þurfti hún ekki að tala. Ég held að hafi alltaf verið gert eftir því sem hægt var það sem hún óskaði eftir, að ég nú ekki tali það sem hún beinlínis bað Hún var brot af anda og bergi landsins sjálfs. Hún var berghljót. Hún hafði einmitt þegið þessa gjöf sem við kallum handa karlmönnunum drenglind. Því drengur og drangur eru það sama, það sem ekki bifast úr stað. Hugsanir hennar og persóna var vald sem við litum ekki til af nauðung, heldur líkt og reglur landsins sjálfs. Hún talaði aldrei mörg orð í einu. Hún vildi það ekki og hún þurfti þess ekki. Hún naut óskiptrar virðingar og velvildar þeirra sem hún umgefst, hvort heldur skyldra eða vandalausra, sterk og viðkvæm í senn, eins og hún var, heiðarleg, sönn og hreinskiptin, stundum dálítið kuldaleg og of hreinskilin kannski, en þó miklu oftar dul og fáorð talin bak við þá blæju sem hún gjarnan bar gagnvart varasömu umhverfi að fyrirsögn sjálfra háamála. Og hún var aldrei allra, hún bergljót á firði og oft vissu fáir hvað í huga hennar bjó. En hún var drenglind í bestu merkingu og svo friðsöm að hún lét heldur eins og smávegis óhagræði vera eins og það væri ekki til, eins og það ætti að fela það, heldur hún ætti að ræða það. Ekkert smátt skyldi rjúfa þá kyrrð sem hún óskaði og þá rósemi sem hún vildi að ríkti umhverfi sig. Þessa kyrrlátu, hljóðu konu sem hún var, svo stór sem hún var nú annars. Stór orð notaði hún samt aldrei, en augun hennar gátu orðið býsna snör. Ef innri eldur brann, þá skutuðu gneistum, stundum köldum gneistum, eða heitum, eftir atvikum, gneistum sem engum myndi gleymast og síst þeim sem stóð henni næst. Og óumdeilanlega var hún álitin ein helsta kona sveitarinnar, húsfreyjan á firði í hálfa öld eða meir. Ekki fyrst og fremst af því að hún var hreppstjórafrúin, heldur blátt áfram af því að hún var bergljót á firði. Allar umbúðir og orða fyllingar voru kégómi. Hún bergljót á firði annaðist áratugi stærsta heimili þessara sveitar. Múli var auðvitað stórt heimili og fjölmennt stundum, en aldrei eins stórt og fjölmennt eins og Fjörður. Þetta var stærsta, fjölmennasta heimili í mörg ár í þessari sveit og hún gerði það á sinn hátt, svo sérstaklega hljóðlátan hátt að það geti aldrei gleymst. Fólksfjöld á firði, það vissi í raun og veru enginn hvað varðar margt fólk. Það var jú talið fólkið, en hvenær var ekki fleira fólk á firði heldur en í raun og veru átti þær heima? Hvaða sumar var það sem ekki bættust 2 eða 3 fjölskyldur í hópi og var ekki talið nema sjálfsagt að taka á móti þeim öllum og hafa það eins lengi eins og það vildi vera. Og aldrei gleymum við einu skeyti sem sent var. Velkomin, og undir stóð bergljót. Það var Gunna Ólafsdóttir sem átti þó ekki sérstakt heimili á firði. Hún kom þangað af því hana langaði til að vera og var allt sumarið. En það var samt sem áður hvert herbergi fullt í húsinu alveg áreiðanlega. Og hvað undu gamlu manneskjurnar 3? Það var sagt 2 blindar og ein orðin dálítið vegvillt ekki síst síðust árin. Hún langamma ykkar, hún Jensína. Og hvað gerðist fyrir þessar 3 manneskjur, 2 blindar og hana eins og hún var, oft erfitt að gera henni til hæðis. Það var ekki sagt eitt einasta orð það, heldur sjálfsagt að sinna þeim eins og hægt var, en það gerðu líka dæturnar.
Og þá vil ég ekki síst minnast Ingu. Hún var í raun og veru hinn kæra dóttir eða sonar eða dóttur þessar blinda fólks. Blindu manna og ömmu sinnar. Ég held að hún hafi aldrei kvartað yfir því sem hún þurfti að snúast við að hvorki nótt eða dag. Og það var mammunar sem átti þar frumtökin að sjálfsögðu. En það var fleira. Það var ein kona þar sem var vangefin í marga áratugi líka. Hver talaði og dáðist að þessu? Enginn. Ég heyrði engan tala þetta nema það væri sjálfsagt. Og ég næstum því vissum að það var aldrei nein meðgjöf gefin með þessu fólki. Í það minnsta var enginn þeirra á sveitinni sem kallað var. Því það voru niðurbælandi orð sem hún gat ekki heyrt sína vini. Það var engin sýtingssemi og engar eftirtölur. Aldrei minnst á greiðslur svo ég vissi til, né fyrirhöfn. Og eins og ég sagði áðan, það var ekki fengist þó enginn þakkaði þetta. Því það gerðu fáir, bæði að henni lífs og liðinni. Það fundu þó einnig dvalargestirnir sem fylltu húsið, sem alltaf virtist stórt, en var lítið, ekki síst á sumrin. Og ekki gat persónleiki húsraunar dulist fínum gestum helgar. Það komu oft heldri menn og heldri konur, allaleiðis úr Reykjavík, sunnan úr Reykjavík til að dvelja á Firði. Og hvaða húsnæði? Jú, stóra stofan, en ætlum þetta stór nú á dögum, það er önnur saga. Og ekki var nú sofið í henni. Og svo messufólkið á sunnudögum. Því það var frekar messað á Firði heldur en á Múla, ekki síst eftir að kirkjan var nú sögunni. Þá held ég nú megi segja það að Fjörður hafi verið messustaðurinn. Eiginlega kirkjustaður. Og þetta var á sumrin og líka stundum að vetrinum. En það var fleira. Á haustin fylltu sláturkarlar sem ekki komust heim til sín en unnu þarna dag eftir dag og jafnvel viku eftir viku, hvert horn í húsinu. Og svo voru unglingahópar sem komu sumir til að dvelja að því að skólinn var hafður þar. Lengst og mest. Þegar ég kenndi í Múlasveit og ég kendi þar hálfan vetur, þá var skólinn eins lengi þar eins og öðrum bæum þar sem hann kom annað borð við. Þessi svo nefndi farskóli. Og það var fleira. Það var dansað og sungið og dansað fram á nótt, segjum við stundum. En það var dansað fram á morgun, hvað eftir annað, af því að það var á Firði. Og afi var ekki alltaf ánægður með það, en hvenær sagði hún nokkuð orð? Nei, ég held að sé ekki nema gaman að það geti skemmt sér. Já, það var ekki fyrir að kvarta yfir húsnæðisleysin og þrengslunum og þegar að búið var að koma grammafónunum fyrir í horninu við gluggann og Ingvar Kirkjubóli var kominn til þess að spila, þá var eitt sem víst það var ekki verið að hugsa þá sem ætlaði að sofna sér í húsinu. Sumar nætur, eins og til að vekja bergmál í klettunum og finna titrandi strengi ungra hjarna fram á gangi. Og þessi strengir óma í eyrum okkar allra sem komum þangað heim. Hvað langur tími sem liði. Já, allt rúmaðist í gamla góða húsinu fyrir. Stóra húsinu sem þó var svo lítið að þegar það var orðið mannlaust á sökkli sínum að maður gat spurt, hvernig gat allt þetta líf, öll þessi gleði, öll þessi menning og líka öll þessi sorg, allir þessir harmar, allar þessar minningar rúmast innan veggja í þessu húsi, þessu litla húsi. Því það var lítið. Það var hún Annika sem gerði það stórt. Jú, það var kona niður í kjallaranum við stóra innmúraða eldavél
sem ég hvergi séð í heiminum nema þar. Kona sem bakaði og sauð og bakaði, vaskaði upp og bar á borðið. Og borðið í kjallaranum var stórt og það tók marga diska og þar komast margir fyrir og það var ekki einungis að þeir kæmust margir fyrir í einu. Þeir kom einn hópurinn eftir annan. Og þar var borið fram pönnukökur og stórri pönnu og kökur margar fleiri. Og það voru látnir hrokaðir diskar á borðið af alls konar kökum og alls konar sælgæti og hellt svo fulla bolla að hún hellti aldrei svo að ekki flóði út úr bollanum. Það var alltaf eitthvað kaffi undir skálinni líka. Og hún brosti með sjálfri sér af ís og þys unga fólksins, öllu þessu lífi í kringum sig, eins og hún orðaði það, öllu þessu ólgandi lífi sem hún elskaði svo heitt, alla leið frá sinni æsku, þegar hún var í raun og veru að hætta að vera ung til þess að geta sinnt þessu öllu saman. Og hvenær fór hún á fætur að morgni eða gekk til rekkja kvöldi var yfirleitt heldur ekki spurt ekki minnst að kosti fyrir hún var orðin öldruð kona. Nema þá helst á sunnudagsmorgna, þegar að feimnir tónar orgelsins í stóru stofunni læddust að sofandi eyrum og stundum fylgdi rödd. Það var rödd húsmóðurinnar. Hún var há og sterk þegar hún naut sín. Hún kunni að syngja á sérstakan hátt og hún var ákaflega lagvís og músikalsk að eðlisfari. En það var eins og bergmál frá þessu heimili, óskum þess og innstu þrá. Ég man vel eftir þessum morgunlögum eða ljóðum. Lifandi Guð í þíns helgidóms hús, hugurinn stefnir til lofgjörðar fús. Þannig endaði vessið sem hún söng alltaf þegar hún fór að orgelinu á sunnudagsmorgun. Og sá helgidómur varð þetta heimili. Og sú lofgjörð var starfið sem hönd hennar og hugur gerði að guðstjónustu á þessum stað. Og það starf var áreiðanlega ekki síður að Guðs vilja og þá ekki síst Jesú vilja, heldur en það sem við prestarnir berum á borð og enginn kæri sig að hlusta á nema skyldu. Samt eftir að minnast á öll aðalstörfin þegar komið var fyrir vistum í koffortum og girnum sem átt að flytja fram í eyjar eða átt að flytja inn í fjörð eða þá átti að flytja það út í Flatey eða kannski suður í Reykjavík og ekki ætti heldur að gleyma prjónlesinu og handavinnunni sem sent var suður. Ekki síst á vorin, fullum stórum pokum af plöggum og peysum, rósaveltingum og sjölum, sem listaverk láta fram. Og allt unnið af dug og hraðast að nálgaðist hið ótrúlega og ómögulega. En fyrir þetta fékk hún ríka frúin í Múlasveit. Ríkasta frúin, sagði fólkið, og öfundaði nú hjónina fyrir því eftir hvað þau voru rík. Hún fékk fyrir þetta aurana, minnst kosti flesta og marga, sem hún laumaði svo að börnunum þegar þau fóru að heiman í skóla, því þau áttu öll að menntast að hennar vilja, verða myndarfólk, frábærir þegnar Íslands, hver eftir sínum gáfum og gerð. Hver gáfa og gjöf skyldi ræktuð, menntuð til þegnskapar og dáð. Þetta vildi húsfreyjan og þyrði. Slíkur dugur, slíkt þrek ekki allra. Slíkt starf ætti að verða til fyrirmyndar og ekki gleymast nú þegar allir að kvarta og allir að krefjast meira af öðrum, ekki að sjálfum sér. Hvenær krafðist hún af öðrum? Jú, hún ætlaðist til við gerðum skyld okkar. Það ætlaðist hún alveg til í fullri alvöru, en ég held hún hafi krafist meira neinum en sjálfri sér. Þetta var starf Bergljótar og Þyrði. Óskir hennar handa sjálfri sér vissu annars fáir. Hún átti ekki mikið af skartgripum, en skartgripir hennar voru að ég best veit alveg ekta. Hún vildi ekki að dansa. Og hún hafði þá með og tók þá alltaf fram þegar hún voru suður.
Því Reykjavík var, þrátt fyrir allt, hennar óskaland. Og þá fór hún alltaf, hvort sem hún var rík eða fátæk, aldrei nema fyrsta farinni. Það kom ekki til greina að hún fengi annað far. Hún var talin ríkafrúin í sveitinni, en kannski var hún alltaf fátæk á mælikvarða nútímans. Ég veit það ekki. Mig fór ekki að gruna fyrir en ég var komin inn í fjölskylduna, að þessi fjölskylda hafði í raun og veru aldrei verið rík á mælikvarða nútímans. En hún undi þessari óskhyggju nágrannanna vel. Hún kvartaði ekkert yfir því þó væru öfunduð og talin rík. Virðing var henni dýrmæt, enda munu fáar mömmur og ömmur virtar meira en hún, alla leið fram á þennan dag. Niðjar hennar sjálfsagt orðnir með yfir 100, en ég veit að þið hljótið öll og því meira sem þið þekktu hana betur að líta til hennar í hljóðlátri auðmýkt sem nálgast lottingu. Þó var hún aldrei blíð. Hún kannski verið það við börn, en það var hún ekki við okkur yfirleitt. Hún var alltaf örlát, alltaf rausnarleg. Gjöfin sem hún rétti, diskurinn, bollinn, allt sem hún fékk öðrum í hendur, það var lagt fram af höfðingslund og svip og fasi sem þar átti við. Ég þarf ekki að segja ykkur neina sögu af henni ykkar. Þið vitið hann. Þið vitið hvenær hún fæddist. Það afmælisdagurinn hennar í dag. Og hún var þannig tengd páskunum, vorinu, framtíðinni og eilíðinni. 29. mars 1886 fæddist hún eins og ég sagði áðan á bæ á Bæjanesi. Og ein af 12 börnum hjónanna, Jensínu Jónsdóttur og Einars Ásgeirssonar, sem var bóndi og verslunarmaður á Firði. Fyrsti og eini verslunarmaður sem ég veit að til hafi verið í Múlasveit. Og þarna ólst hún upp hjá þeim, uns Einar dó og þá var hópur eftir að börnunum. En þá fór hún á næsta bæ ásamt mömmu sinni, henni Jensínu, og það var mikil breyting og varlega rík. En eins og ég sagði áðan, hún fór víst til Ísafjarðar og síðan til Reykjavíkur og hún fór ekki í skóla svo ég viti en hún lærði margt með því að vinna og vera til. Eins og þið vitið sjálfsagt og þó ætla ég að minnast á það, hún giftist 24. nóvember 1911 honum Þórði frá Vattarnesi Jónssyni af Djúpadalsættinni. En af hvaða ætt hún ykkar var, það veit ég naumast, það var sjaldan aldrei talað það. En það var eitthvað norðan frá Ísafjarðardjúpi og það var stór myndalegt fólk. Ég veit að dæturnar vita það betur en ég, en það voru sérstaklega myndalegar konur og meira að segja menn í höndum sem gerðu ódauðlega listaverk, jafnvel úr lítilli fjöl eða dúk. Já, þau hófu búskap á Firði 2 árum síðar en þau giftust á Múla og áttu þar sitt heimili í að minnsta kosti meira en hálfa öld. En síðast dvöldu þau nokkuð fyrir sunnan, einkum að vetrinum og þá í Stórholti 35. En hvað gerði Guð við Stórholt 35? Það verð ég að segja ykkur. Ég fékk hvergi inni, sem kallað hjá kirkjunni og samfélaginu, meðan ég beið eftir því að komast einhvers staðar inn og var sagt að fara úr fyrsta íbúðinni sem ég var í. Ég fékk hvergi inni nema í litlu íbúðinni þeirra, í Stórholti 35. Og þar var þess vegna pressetur í 7 mánuði. Og það komu þangað margir til að gifta sig og margir með óskild börn. Því þetta var notað sem kirkja líka, því þá var, eins og reyndar enn í Reykjavík, það ótrúlega skeður, það eru ráðnýsingað menn sem eru kallaðir prestar og þeir hafa ekki einu sinni aðgangað skrifstofu, hvað það veldur kirkju. En sem sagt,
En svo fór hún í Sólheima 17 og mig langar til að minnast á það hérna. Að ég veit að það vildu margir gleðjan og gera mikið fyrir hana þar. En það var samt sem áður frábær alúð og vakandi nærgætni sem Inga sýndi henni til hinstu stundar sem var henni mestu mert. Og síðasti áfanginn var henni erfiður. Þið getið hugsað ykkur þessa sterku og þróttmiklu mannesku að verða að liggja í rúminu mánuð eftir mánuð og síðast ár eftir ár. En dauðinn var ekki til í orðabók tengdamóður minnar og reyndar ekki heldur í orðabók eiginkonu minnar. Þær viðurkenndi í rauninni aldrei dauðan. Og hvers vegna ættu þær að gera það? Það engin dauði til. Við flytjumst úr einu heimi í annan. Og það virtist henni og mörgum að þessu svo kallaða ágæta fólki, menntaða fólki í Múlasveit. Það eðlilegast af öllu. Hún var að deyja og hún varð að deyja. Eða var hún kannski að fæðast? Fæðast í ljós annað, eins og einn af drengjunum úr Páskafirðinum orðaði það og allir kunna nú. Hún þokaðist fjær og fjær þessum hverfula heimi og inn í draumheim trúarinnar sem enginn skilur auðvitað en við vonum öll og trúum að sér til. Og hvers virði væri þetta líf? Eða væri ekki sífellt verðandi? Og dauðinn sem við köllum eitt af stærstu þrepunum áleiðis til froska. Og hérna komum við í dag til að þakka henni fyrir allt. Öll vildum við vera henni góð, hvert eftir sem við gátum. Ég veit að ég gat ekki verið eins og ég átti að vera. Ég hugsaði á aflítið Ingu. Ég hugsaði í byrjuninni allt of mikið starfið og það segja börnin mín enn í dag. Svoleiðis að stundum þá get ég fengið tár í augun yfir því að ég hefi vanrækt heimili mitt. Það fannst henni að mikar oft og ekki síst fyrstu árin þegar ég var á stað. Hún veit á hún alla hvað var að vera þar. Við vorum þar áttum að heita þar prestur og pressú í 3 ár. Og við höfðum eina litla stofu, minni en stofun á Firði. Og eitt svefnherbergi með breiðu rúmi, hjónarúmi reyndar. En þar hvíldu 3 námsstúlkur og við hjónin á soffa í stofunni. Þetta viss hún ammikar og hún vissi það í raun og veru allt of vel. Og henni fannst það sem eðlilegt var, ekki mannesku bjóðandi að fara svona með Ingu. Ég veit þetta allt. En ég trúi því að hún skilji mig núna betur en þá. Ég vildi gera þetta til þess að vera maður í mínu starfi og ég var ekkert að hugsa það hvað aðrir hlutu að líða við það. En ég vona og veit, hún getur hér til mín og ég vona hún fyrirgefi mér og þær báðar. Inga var reyndar aldrei leið eða reið og sagði aldrei neitt þessa aðstöðu. Eins og ekkert væri sjálfsagðara, heldur hún að vakna á morgnana í þessari stofu til þess að kveikja á prímusnum því hún hafði aldrei aðgang að eldhúsi þessi ár. En ég lík svo þessum orðum mínum með því, enda eru þau náttúrulega öll orðin leið, að hún amma ykkar og langamma var hamingjusöm kona. Og ekki síst þegar hún lítur yfir niðjahópinn. Börnin hennar eru öll góð, niðjahópurinn stór, hjónaband þeirra frábært, þar að segja þá ég við þau hjónin. Og nú er hún ein síðasta greinin á stofninum, getum við sagt, sem er minnist núna, sem sérstakrar konu frá úr Múlasveit. Sveitinni okkar, eina þeirri kynslóð sem var þar síðasta greinin. Ljóðin og lögin sem ómuð í vitund hennar og vörum hennar halda áfram að vera líf í sálu niðjana. Því trúi ég, bros hennar og tár sömuleiðis. Vor hins eilífa fer hug og hjörtu, þess bið ég
og að angan vorsins verði ykkur andblær frá henni á vanga og þið eignist samskonar kjarna íslenskra fjalla náttúru eins og hún átti. Berghljóð sem hlaut gimstein bergsins. Takk okkur fyrir og verið blessuð. Bara til þess að hinni sæju hvaða fólk þetta veri. Og þá skulum við byrja á börnunum og Óskars, ákomendum. Þá tekur börnunum að Guðbjarga við, hennar ákomendum. Og Guðrúnar. Og þá var það Ingibjargar. Ég vil nú geta þess að það vantar nú alveg neitt og þeim og... Það vantar á öllu nú. Og minn hópur.
Okkur vill að verða í voða stórri höll. Já, okkur vill að verða í voða stórri höll. Og snarki á svefnir þinn og rótur ráðgjafinn. Og staða hún höllin og hver drottningin. Þessi er fundi. Gamli Nói. Já. Nei, ekki Gamli Nói. Nei, eitthvað? Já. Leikskóli og gamli. Já, Báraveg, hvað var að syngja? Leikskóli. Ég veit ekki. Nei, kannski saman. Og ætti bara að syngja. Syngja Já. Sissi, vad var dåligt dvärga? Vad dåligt dvärga? Þið kunnið það? Ha? Já, ég kann út í dverga. Já. Syngið það. Að búa lítið dvergar í björgu. Já. Búa lítið dvergar. Þurfa fingur. Flott. Þetta er langa töngur.
Alltaf. Nei, litla pappi þitt. Já, það leytir skjöldur og ágengur ljómandi. Það er lítið gótt á. Hefðu fiskar bara frá tónir. Bróður gengur bara vel að fiska? Jú, það er verið bara skemmtilegs. Það er ekki þurft að fara svo í Breiðubögg þar sem allt er fullt af fiskum. Það er ekki fyrir tóðan. Nei, það er bara í neðan. Það er djöfulsins tókara eins og Jenny segir. Já, ég held að segja skárra með tógarana heldur en og ef þau komast ekki metin í viku þá var það orðið lélega. Þetta er róið í öllu veðrum og svona lítið fellum. 12-14 vikur að draga þessu í bókuðu bandum. Það er litað eins og hann garðið að virka út í það. Já, þegar það var lokað. Frostið, hann hefur fiskað verið, það er líka fyrir í dag. Hvað fegst þú glas? 410 tonn í líka róð. Já, já. Hann er yfir álík. Já, já. Það er eitthvað sem er að hýfa þetta á í hvernig. Nei, Lilla, það bara er bara að hafa fílgunum á. Verða svona eins og sérst að ferðast á. Fimmandrykka. Amen. Já. Amen. Ólafía. Ólafía. Guðbjörg. Guðbjörg. Guðrún. Já, hvað á að taka næst? Ef ekki að hafa mömmuðina með í henni Jæja, og svo lítu við. Ég bjarga bakkinu. Jæja, þá er best að taka bara. Jæja. Aðra. Já, blessa þetta eftir nokkuð margar á einu. Besta hóparinn þessi næst. Þetta er ágætt. Það var raun. Ramma sín. Það er bara Þórður sem er síðan sér. Og röddu nokkrum. Hvað er hérna með þér? Komið. Þá var það skipta. Skipta aftur. Rón, skipta af. Það var það vægi, já. Það getið svinsum. Já. Auðvitað er það að byrja með að byrja þessu. Vantar hausinn af það. Þá getur mitt að það. Svo sérðu inn í allt og það er fílast. Óli, þú ætti ekki að vera með mér. Sérðu við lofið allt og lág, en álega er það leiðir. Nei, það er ekki Sittu bara Ekki að landa svona næri. Það verður bara að hafa framhaldsmynd með ykkur svona. Heppið ykkur saman. Þannig fyrir. Hvað er það? Nátt ekki svona. Þú kemur í sjónvarpið. Komdu.
Bara í bíó. Jæja. Nei, þið verða að standa lengur, þið erum bara Ég er að bera. Býtu. Ég kemst ekki í bíjan á þessu. Þetta er inn á að komið eða ekki? Nei. Róleg, það tar þetta hálftími. Tekið eftir því áður. Er þetta ekki 30 tíma spóla? Það held ég. Stefna Jæja. sér svo. Það er ekki orðið ágætt. Þú ert að taka mynd af hínu líka? Jú. Búinn. Var kaffið að búinn? Var allt kaffið búinn? Það er ekki víst. Jú, ég er bara að drekka. Ég skal bara. Ég verður svo að hafa svolítið meira kaffi.